Myndin var valin besta mynd Norðurlandana 1991-92 á Norrænu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík og ef öll verðlaunin eru talin sem myndin hefur hlotið eru þau 23 talsins. Myndin fjallar aldurhniginn mann sem bregður búi og flytur til Reykjavíkur til dóttur sinnar. Sambúðin gengur heldur illa og fer gamli maðurinn því á elliheimili. Þar hittir hann vinkonu sína og saman ákveða þau að strjúka af elliheimilinu og lenda í miklum ævintýrum. Klukkan 22:05 sjáum við bandaríska bíómynd frá árinu 1990 sem nefnist Mjótt á mununum eða Narrow Margin. Myndin fjallar sögulega ferð saksóknara og vitnis á leið til réttarhalda, en það getur ýmislegt gerst eins og við fáum að sjá í kvöld. Þarna fara þau Gene Hackman og Ann Archer með aðalhlutverkin. Síðasti dagskrárliðurinn hjá okkur í kvöld upptaka frá tónleikum bresku hljómsveitarinnar Blur í Alexandra Palace í október á síðastliðnu ári. En þar flutti hljómsveitin meðal annars lög af plötunni Parklife. Dagskrárlok verða 12:30 í nótt. Nú fá landsmenn að njóta þess að horfa á þá kvikmynd sem á án efa kalla þá víðfrægustu sem við Íslendingar eigum. Börn náttúrunnar eftir Friðrik Þór Friðriksson sem eins og áður sagði hefur hlotið samtals 23 alþjóðaverðlaun. Aðalhlutverkin leika þau Gísli Halldórsson og Sigríður Hagalín. Leikstjóri Friðrik Þór eins og áður sagði og skrifaði hann handritið ásamt Einari Má Guðmundsssyni. Ari Kristinsson stjórnaði myndatöku. Tónlistin eftir Hilmar Örn Hilmarsson en hann hlaut einmitt Felixverðlaunin árið 1992 fyrir bestu frumsöndu tónlist í þessari mynd. Geir Óttar Geirsson gerði leikmynd og Kjartan Kjartansson sá hljóðvinnslu. Einvala leið hér á ferð og góða skemmtun. Ættir hörpur hljóma þýða, reyna mjúka gíu strengi, til þín mundu lög mín líða, leita þín einn ég gengi, til þín mundu lög mín líða, leita þín einn ég gengi. Innsta þrá í óska höllum, á svo margt í skauti sínu, ég vildi geta vafið öllum, vorinum að hjarta þínu, ég vildi geta vafið öllum, vorinum að hjarta þínu. Byrðu megan vorin hlýja, gleður oft í kvöldöginni, koma til mín fræði blíða, kveðja mig innsta sinni, koma til mín fræði blíða, kveðja mig innsta sinni.
Þá ertu komin í þessa ljósheima þína. Hver það? Það. Er hann Geiri? Hvað Geiri? Ég? Geiri? Ha? Hann afi þinn? Þorgeir Kristmundsson? Minn, ert þetta þú? Já, guð minn góður, ég hefði komið niður að ná í þig hefði ég bara vitað það. Hún Lilja skildi ekki alveg hvað var að vera. Þorlákur að hugsa sér að láta manninn rogast með farangurinn upp alla þessa stíga. Og þetta nú svo sem ekki mikil farangur. Þetta bara ég, dótið mitt. Ertu hjartanlega velkomin, Þorgeir minn. Gaman að sjá þig, pabbi. Svona óvænt. Já, komið í blessuð og sælöfsum. Jæja, eigum við ekki að gangi í kotið? Það aldeilis bramboltið á því, pabbi. Ég meina að rífa því svona upp. Já, ég hef nú komið hér áður. Ég var hér síðast 36, en doktor Sigvaldi skar upp á mér magan. Og þá fór ég sjóleiðina tilbaka. Við hefur nú heldur ekki beint verið á faraldsfæti. Valla að Þorlákur hafi tekið sér sumafrí. En, pabbi minn, þú verður nú hérna á meðan þú ert. Les, pabbi minn.
segja, hver leyfði sér að taka myndina niður? Má maður aldrei hafa neitt í friði? Það voru svo margar myndir af þessum mann. Ég hélt kannski að... Hver þetta eiginlega? Einhver kunningi þinn? Sko, mér alveg sama hvað þér finnst, en mitt herbergi, hvað sem þú segir. Ég vil ekkert svona gamalt jafnkunni. Lilja Dögg, svona tala maður... Og hvaða begla þetta? Lilja Dögg, nú nóg komið, svona segir maður ekki mömmu sína. Pabbi, ertu sofandi? Heyrðu, pabbi minn, það svolítið sem ég þarf að segja þér. Ég veit, þetta ekki sásökulaust, hvorki fyrir þig né okkur. En við Þorlákur höfum verið að hugsa... Það margt hugsað. Pabbi minn, ég meina það ekki þannig. Þú veist hvernig þetta er. Það gengur ekki ofvel á milli ykkar Lilju. Krakkar á hennar aldri oft erfiðir og veit ekki alveg hvernig þeir eiga að haga sér. Ég hef nú eitt orðið var við það. Og það nú ekki meir en svo að við þekkjumst. Þú hefur nú ekki beint verið í alfara leið og við... Já, það þetta með alfara leiðina. Hún nú ekki bara það sem maður En við höfum verið að hugsa hvort þið liði samt ekki betur þar sem þú hefur einhvern selskap við þitt hæfi. Og eins og heyrir þá þetta nú svona með vasapenningana Gerður. Þetta eru náttúrulega reglur sem við verðum að hafa hérna á þessari stofnun. En þær eru ekkert ýkja erfiðar að fara eftir þeim og reglur eru nú einu sinni þannig að það verður að hlíta þeim. Nú reglurnar hérna þær eru ekkert meiri eða strangari heldur en til dæmis bara í stórri blokk. Við lítum á okkur hérna sem eina stóra fjölskyldu. Notar það mjólk eða sykur? Þegar maður var komin var að toga á hérna 400 upp í 500 metra. Þá var mjólkan svo og byrjum búin. Ég ekkert með að ranskast með mig. Skatt í þá? Já. Það voru Þú ert vænti Þorgeir. Hjartanlega velkomin. Ég ætla að sýna þér hver út að vera. Sælið verið langlífir sveinar, Halldór heiti ég. Þorgeir Kristjánsson. Sæll, velkomin. Eins og þú sér þá væsir ekki mann hér. Hér nóg við að vera. Það félagsvist og meira að segja dansiböll. Og svo fær maður af og til heimsóknir. Og ekki vantar kvenfólkið. Það bara ansi sprekt hérna skal ég segja þess. Og það kalla nú ekki allt ömmu sína þrátt fyrir barnabörnin. Daginn, það var einn sem vildi draga mig upp að altarinu. Ég ofbauð af skotans frekjan í henni.
Já, þetta sýnir náttúrulega að maður er nú ekki dauður úr öllum hæðum. Hérna, það er einn sinna hérna sem á kærustu á hverri hæð. Það var einhver fjárans órói hérna þegar ég kom. Órói? Já, það kemur náttúrulega upp á svona af og til náttúrulega. En ætli það hafi ekki bara verið hún Stella. Hún er alltaf að strjúka. Nú, svo segja sagnir að hjúkrunarkonurnar sé nú til í tuskið hérna. Hald ég. Já, þess. Dauða mínum átti ég von, en ekki því að hitta þig hér á Elliheimili Reykjavík. Hann er ekki stór, þessi heimur. Og hér hýrumst við, á meðan beðið er eftir að við drepumst, svo hægt sé að hola okkur niður. Og sjálfar æskustöðvarnar komnar í eyði. Æskustöðvarnar, já. Já, það skipta þig kannski ekki svo miklu máli. En það varst þú einn af þeim fyrstu sem fóru. Allt í einu frétti maður að þið norður í landi. Já, það ræður enginn sínum næturstað. Og nú erum við þessir gömlu hotstrendingar að verða eins og hverjunur geirfuglategund. Það er nú svo. Ég kannaðist strax við þig. Mér fannst ég hafa séð þig áður. Ég var ekki alveg viss. En ég var viss. Ég sagði sjálf að mig, þetta er hann Geiri, hann Þorgeir Kristmundsson, hann og enginn annar en hann. Og ég hefði talað við þig ef þetta gæslulið hefði ekki haldið mér í heljargreipum. Já, ég skildi ekkert hvaða uppákoma þetta var. Þeir eldu mig allaleinir og umferðarmiðstöð, helvítis kvikindin. Maður er ekki einu sinni frjálsferðar sinna. Og hvort varst að fara? Burt. Sjáu hvað ég fekk frá honum, syni mínum. Blessaður drengurinn. Alltaf man hann eftir honum, föður sinn. Komdu, Geiri. Þelaðu. Billega góður minn, ég á þennan dans.
Söngur og dans. Svona var þetta nú oft í sveitinni gamla daga. Ég man ekki betur en við höfum stundum sjálf tekið sporið. Þú varst nú óttalegu tréhestur, frægur fyrir að troða stúlkum tær. Já, samkomuhúsið var nú líka óttaleg bora, lítið stærra en herbergi okkar Dóra. Þar var samt dansað þar til sólin kom upp. Sumir voru inni, aðrir úti. Og þegar allir voru farnir, satt pabbi gaml út í móa með harmoníkuna sín og spilaði fyrir sveitin. Maður fælt svo skýrt. Guð, hvað ég vildi vera komin þangað núna. Stundum ég viss að allt sé eins og það var. Að við höfum bara rétt skrottið frá og munum öll hittast aftur. Eins og álfar. Einn daginn snúum við aftur. Nú drjúgur spottið þangað. Kæmi mér ekki á óvart og kirkjan væri hrunin. Allt í órækt. Þar vil ég samt hvíla. Í garðinum þar sem pappa og mamma liggja. Ég hef oft rætt þetta við yfirvöldin hérna. En þau finna því allt til foráttu. Það kostnað og ég veit ekki hvað. Já. Ég get nú ekki séð að það skiptir miklu máli hvað maður liggur. Bara maður gengur ekki aftur. Jú, það skiptir sko máli. Og ég vil sjálf fá að ráða því. Ég ætla ekki að láta hóla mig hér niður á sorphugunum fyrir sunnan. Og þá ég ekki sjá heimahagan á hann í deg, gengi ég örugglega aftur og ástæki hvert einasta kjaft. Sorphauganna nú maður er náttúrulega óttalegt sorp. Að heyra til þín. Hinstu óskir fólks á ekki að hafa háð og spotti. Svona Stella mín og slukum að sofa. Farð þú bara sjálf að sofa. Ég er að tala hér við gamla sveitunga minn, hann Þorgeir Kristmundsson. Kemur dagur eftir þennan dag, Þorgeir fóði nógan tíma til að skrafa. Nei, ég fer ekki fet. Nei. Nei, ég fer ekki fet. Nei. Hvað er að, Halldór? Viltu ekki að ég kalla á hjúkrunarkonuna? Nei, þetta líður hjá. Á ég að ná í vasklas? Kalla. Blessaður kallinn. Við verðum að láta sonans vita.
bara að hann væri til. Því miður var hann aðeins hugarfóstur. Guðspjall þessa helga kvölds skráð hjá Lúkasi, öðrum kapítula og hljóðar svo í nafni Drottins. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá fyrir £82 og 10 aurar og þá eyðileggjum við bókina. Já, hún kemur vist ekki neinum notum úr þessu.
Skarran og brókasóttin. Gjöfum til næsta dagur er ég að nótt fruströfur í burtu hana. Haltu kjafti. Í burtu bara. Já, ég. Góðan daginn, gamli. Daginn. Okkur ný. Stórfurðulegt mál handa þér. Nú, hvorki meira en ég minna en manns hvörf. Ekki hvarf, heldur hvörf. Hvað meinar með því? Nákvæmlega það sem ég meina. 2 gamalmenni, sporlaust horfin. Bara, blúpp, gone with the wind. Gamalmenni? Já, maður og kona. Hvert þá? Ef ég vissi það, gamli, þá værir þú ekki hér, heldur þau á sínum stað, nefnilega elliheimilinu. Og búið að auglýsa eftir þeim? Já, það verður auglýst í hádegisútvarpinu. Hjálparsveitin fann að tölta þetta fjörurnar. Ekki það að ég trúi nokkuð á þetta geng. Nú. Það var stolið bíl í nágrenni elliheimilisins í nótt. Ekki að það segi mér neitt. Ég hef enga trú á því að gamalmenni þessa bæjar gangi hnuplandi bílum. En ef ég væri í þínum sporum, þá myndi ég hefja leitina á elliheimilinu. Myndi vera að tjekka á miðstöðarklefanum.
kemur með okkur. Hvað, ég? Þá ég til að með ykkur. Þér ætti að vera það fullkomlega ljós. Við þurfum að yfirheyra þig. Til hvers? Það sást til þín. Ég kem ekki neitt. Ertu að mælast til þess að við beitum valdi? Ég geti reynt það. Hver er verkstjóri hér? Það víst að heita ég. Með tilvísun til lögreglu samþyktarinnar kveð ég þig og félaga þína til að aðstoða okkur við handtöku þessa manns. Ég læt ekki hafa mig í skítverk. Er þetta Stella? Nei, þetta er vist konan hans álega. Er hann svolítið upp á kvennhandina, blessaður? Hvað veistu mikið? Já, bara eins mikið og hægt er. Heyrðu strákur, veistu þú nokkuð hvað Sesselja liti? Það eru nú tvær, önnur er með mikið hrokkið hár og viljum við kassan í kaupfélaginu. Hinn er alltaf eldri og byrði í húsi sem heitir Klettur. Sjálfur heiti ég Árni. Sessa mín, þetta er bara ég. Mig sé var að dreyma einhverja vitleysu. Það svarar enginn þegar við bönguðum en ég vissi þú værið ekki látt utan. Blessu. Og þannig er hann Þorgeir. Þú manst eftir honum? Já, já. Eruð þið marg velkomin. Þú ég var ekki sé vögnum. Þetta er renn á könnuna. Ég þykir dugur í ykkur að fara vestur. Bara sér svona. Þetta hefur verið minn draumur í mörg ár. Og maður á að láta drauma sína rætast, sama hvað maður er gamall. Þið eru svo unglingar í útilegu. Svei mér ef ég vildi ekki geta slegist í för með ykkur. Já, nei takk. Þá litum við nú út eins og heilt ungmennafélag. Spéfuglinn þinn. Eru þið vissum að þið vilji ekki þykja gistingu? Þau verður skotið inn áríðandi orðsendingu. Lýst er eftir Þorgeiru Fitmannsinni, 78 ára, og Stellu Benónýsdóttur, 79 ára. Þorgeir er meðalmaður á hæð, gráhærður í klæddni úlpu og með hatt. Stella er grannvaxin, gráhærð, klædd í bláa úlpu. Þeir minnast ekkert á strigaskóna. Síðan var vitað þau á elliheimilinu. Lögreglan telur að samband sé á milli Karls þeirra og Villi Sjeppan sem lýst var eftir í hádegisútvarpi. Hvað hafið þið eiginlega gert? Að þá orðið þeirra varist eru Og svo sem ekkert. í Reykjavík við. Við fengum lánaði jeppa. Og ættastu til að maður hringi alla leið til Reykjavíkur? Hvað er út af því? Ég er vitlaus og takk fyrir komuna.
mér í sandi, það var sungið, faðmað og kysst, það var drukkið, dansað og kysst, tóknilegó, aldrei gleymast mér augun svörtu, aldrei slógu trögglaðar í hjörtu, tóknilegó. Á suðrænum sólsins leið, ég sá þig og ástin mín fyrr, þú settist hjá mér í sandi, það var sungið, faðmað og kysst, það var drukkið, dansað og kysst, tóknilegó, tóknilegó. Það þarf virkilega að segja mér að það séu engar vísbendingar að við vitum ekki neitt. Já, sumar aflýsingamennið hérna handtóku 2 gamalmenn í berjabá. En það voru ekki þau réttu. Gátu þau sannað það? Sannað það? Er þú kannski nýgorðin eitthvað? Jeppin hefur sést í öllum landsfjórðungum og meiri þegar gufað upp í einum þeirra. Ég held að fara ekki lengra. Veistu nokkuð hvar við erum? Eiginlega ekki. En við ættum ekki að vera langt frá mannabyggðum. Treystirðu þér til að ganga eða viltu heldur bíða hér meðan ég fer og kanna málið? Ætli ég dröslist þetta ekki með þess? Þetta úrvalstaða. Hér alveg upplagt að leggja sig. Skyldi þetta vera sami máninn og skeina okkur forðum? Ég veit það ekki. Því segirðu það? Ætli hann hafi nokkur tíma jafnað sig eftir að þið fóru að spóka sig upp á honum.
að útvarpinu væri stjórnað af risastórum karlakór. En þið ætluðu á Hornstrandið og ég kalli ykkur aldeilis græð. Þið ætluðu þó ekki að fara að leggjast út. Þannig ekkert með þvernýttir hamrar og yfirgefin byssurheiður. Það helst svona liða sunnan sem með svona rómantík. Mér alveg sama hvað þú kallar það. Ég skal segja ykkur að hinga kom einn sem ætla að leggjast út og búa þarna og lifa af náttúrunni. Skjóta fugla og veiða fisk. Hann var búinn að þrauka í 2 vikur þegar hann gast upp en ekki búinn að skjóta neitt með trapp. Þú heldur að bróðirinn geti ferjað okkur þarna yfir? Ég held ekkert það sem ég veit. Eða hafið þið heyrt af Þjóðverjanum sem var búinn að safna sig fyrir Hornstrandarferð í 5 ár. Fyrstu nóttina svaf hann úti, þá kom einhver dauðadrukkinn fjórhjólagæi, ók yfir hann þveran þar sem hann lá steinsofandi í tjaldi. Og heldurðu að bróðirinn geti ferjað okkur þarna yfir? Ég held ekkert það sem ég veit. Þessi jeppi hefur verið eftirlýstur síðan á föstudag. Til hans hefur spurst á ýmsum stöðum en nú sem sagt er hann kominn í leitirnar, þó á nokkura skýringa. Allan tíman hefur lögreglan sett hvarf jeppans í samband við hvarf 2 vistmanna af elliheimili. En þó jeppin sé fundinn, bólar ekkert á gamla fólkinu. Þetta verður að teljast afar dularfullt. Þetta er bara draugur.
Í gegnum móð og mistur ég mikið